Ég ætla að hoppa aðeins inn í spurninguna. Ok, þetta þitt, þú ert að hugsa þetta. Og hvað gerur þá þegar Alþingi eða Íslenska ríkið eða einhver ræða 8 milljörðum í innflytjendur, 600 milljónir í AK-47 til Zelensky, bara svo við getum sagt að öllum líki vel við okkur eða? Erum við ekki bara meðvirk? Viljum við að stóru löndin fíla okkur? Já, sko, þetta margþætt spurning. Ég hef til dæmis talað fyrir því að ég hef sérstaklega skoðað að þú talar að stóru löndin fíla okkur. Ég hef sérstaklega í mínum rannsóknum skoðað hvernig önnur smáríki fara að því að tryggja hagsmuni sína og hafa áhrif, sérstaklega hinn Norðurlöndin. Og ég hef talað fyrir því lengi að við metum sjálf til dæmis okkar öryggishagsmuni, okkar almannaöryggi. Við metum það sjálf hverju þurfum við að forgangsraða þegar kemur að öryggismálum til dæmis og tala fyrir því að við að forgangsraða fæðuöryggi, birgðastöð í landinu, orkuöryggi, mennta sækaplana, passa okkur á netárásum og svo framvegis. Og þá bara var ég sakaður að vera stríðsæsingamaður og vilja stofna her. En mér finnst nefnilega, það er ágætt að huga því hérna á Íslandi að hafa þetta reddast. Það er ágætt að hafa það með því það fyrir okkur svona eldmóði. Fyrirhyggjan skiptir mestu máli hjá litlum ríkjum. Að vera með fyrirhyggju þegar kemur að þessu, hvort sem það er að huga að líðan fíkla, eða taka á vímuefnavandunum, huga að eldri borgunum eða huga að öryggismálum og ég vil huga að fyrirhyggju sérstaklega okkar landi vegna þess að í litlum ríkjum eins okkar, ef við verðum fyrir áfalli, þá verða við miklu dýpri heldur en áföll í stóru ríkjum. Ástæðan er svo, við höfum bara einn alþjóðaflugvöll. Ef hann lokar, þá er rofin tengslu umheiminn. Það er bara 3 sækaplar sem tengja okkur umheiminn. Ef að þeir rofna, þá erum við ekki lengur í tengslu við umheiminn. Þannig að áföllin í okkur verða miklu dýpri heldur en annars stað, þannig að verðum að huga miklu meira fyrirhyggju í þessum málum. Ok, hvort myndirðu frekar? Senda Zelensky 600 milljónir vörð af AK-47 eða gefa SOA 10 skall? Já, SOA 10.000 krónur. Það er bara ekki spurning og mér finnst að forsetinn þó hann fylgja sjálfsögur náttúrulega utanríkisstefnu Íslands, þá getur forseti Íslands alltaf tala fyrir friði. Hann getur alltaf tala fyrir friði sem við laust deilumála, við leirum að slíðra sverðin, vinnum saman á hverju markmiðin og stöðlum að friði. Forseti getur kallað eftir tafarlausu vopnahléi á öllum átökum í heiminum. Það á hann að gera og getur gert innan bara þeir ramma sem íslensk stjórnmál setjónum. Hann er bara Bjarni Ben og Þórdís og þau gerir ekki annað en að twitta Ísrael og leggja vopnin niður og eitthvað svona. Já, það er bara það er eina sem þú sér á Twitter á þeim, bara leggið vopnin niður. Er það að gera eitthvað, fattarðu? Það getur, ein og sér getur við kannski litlu áorka í svona málum. En ef við myndum til dæmis bindast tryggðaböndum við Norðurlöndin og ég verið að kalla þeim sérstaklega eftir því nánari samvinnu íslenska stjórnvalda við Norðurlöndin og ég leyfi mér að geta kalla eftir því ef mér er treyst fyrir embættinu að það er samstað Norðurlandasamvinnu hér á landi. Ég held hún gagnist okkur mjög vel. Ef að Norðurlöndin til dæmis stæðu nú saman varðandi afstöðuna til ástandsins, þess skelfilega ástandsátt Gaza, þá stæðu þau miklu sterkara vígi innan Sameinuðu þjóðanna, heldur en að vera sundruð eins og þau eru í málflutningi sínum í dag. Þannig að ég kalla eftir nánari samvinnu Norðurlandana í friðarmálum, í mannréttindamálum, í jafnréttismálum, í loftslagsmálum og umhverfismálum. Ef þú vilt horfa allan þáttinn, farðu inn á broadcast.is. Það er áskrift.